Já, velkomin í miðnætti í Kenningarði. Við höldum áfram að nátt okkur á því hvað er að gerast í Úkraínu, í stríðinu þar, hvaða afleiðingar það hefur í Evrópu og í heiminum, hvaða áhrif það hefur á pólitík og eitthvað fleira. Það er ýmislegt í þættum í kvöld. Hérna í lok þáttarins að þá ræðum við Árna Snævar forsetakosningar í Frakklandi sem eru núna á sunnudaginn og kannski uppbrot, niðurbrot stjórnmálana þar. Það eru mikla breytingar þar. Þeir flokkar sem heldu upp í stjórnmálunum í Frakklandi á eftirstríðsárunum og nýfrjálshyggjuárunum eru meira og minna að hverfa og allt aðrir flokkar komnir í með allt aðrar áherslur. Við ætlum líka að tala á svipuðum nótum við Ólaf Gíslason sem að þekkir vel til ítalskra stjórnmála. Þau hafa gengið í gegnum svipaða breytingar og við ætlum að reyna átt okkur á því í hverju það er að felast og kannski velta fyrir okkur hvort að stríðið í Úkraínu hafi ykkur áhrif á stjórnmálinn þar og hvernig þau leggjast í. Og síðan ætlar hann að koma hingað á eftir Friðrik Jónsson, formaður BHM, sem hefur oft komið hingað til okkar og við ætlum að ræða við hann svona hvert er plan NATO og Vesturveldana í framhaldi af samtalið sem við áttum hér í gær við Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri, þar sem vorum að velta því upp. En við byrjum eins og vanlega hjá honum Karli Jenny, sem ætlar að segja okkur svona helsta sem er gerist í dag. Hann ætlar kannski að stæðsta svona diplomatist og geopolítist er að Rússum hefur verið vísað úr mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna. Atkvæðagreiðslan fór þannig að það voru 93 sem voru með, 24 á móti og 54 sem sátu hjá. Og þeir sem sátu hjá, það kannski segir ýmislegt að það voru Brasilía, Indland, Suður-Afríka, Mexíkó, Egyptaland, Sádi-Arabía, meira að segja, Sameinuðu arabísku furstadæmin og fleiri. Og síðan voru það þarna, þeim sem myndi svona búast við sem sögðu nei, það var náttúrulega Rússland, Kína, Kúba, Norður-Kórea, Íran, Sýrland og Víetnam. Og það er eitt kort hérna sem Al Jazeera hefur gert viðskiptaþvinganirnar. Ég fann ekki mynd nefnilega af atkvæðagreiðslunni á korti til að sýna þetta en ef við skoðum kortið yfir viðskiptaþvinganir að það sjáum við svolítið svona hvernig þetta lítur út að hnattræna suðrið eða þriðji heimurinn eins og það stundum kalla. Það hefur ekkert rosa mikið að taka þátt í þessum aðgerðum Vesturlanda hingað til og kannski eins og höfum minnst á að þá er Indland kannski svona stæðsta atriði í því að þeir séu ekki að taka þátt og maður velti fyrir sér sko að vestrið hefur þá nokkuð oft brotið mannréttindi og brotið á þessum þjóðum sem þannig að þau kannski er ekki eins mikið til að vera með Vesturlöndum í... Ekki að taka forystu Vesturveldara. Nei, eru kannski ekki alveg að taka undir það. Þetta eru bara Vesturveldin, þetta er Evrópa og Bandaríkin og Kanada, Ástralía, Nýja-Sjáland, Japan, Kórea, Singapúr. Það kemur mér á óvart samt að Sádi-Arabía skuli ekki fylgja eftir að því að þau eru með svo langa sögu náið samband við Bandaríkin. Já. En þeir virðast vera svolítið að spila báða megin eins og þeir. Já. Nú ef við sjáum líka kortið stöðuna, hvernig herstaðan er í Úkraínu, að þetta er ekki mikið breytt frá því í gær. Það hafa verið að bíða eftir storminum, það hafa verið að bíða eftir einhverju stórsókn Rússa. Já, í austrinu búast við og meira svo Rússar hafa sagt það sjálfur. Og Úkraína er núna búin að vara borgara sína við í austrinu að helst bara yfirgefa svæðið áður en eitthvað fer að koma. Og það verður örugglega ekki fallegt ef þeir láta verða að því. Og þá verður það á þessu rauða svæði sem við erum að sjá þarna. Já, upp úr Donbass-héruðunum, að þeir munu koma þaðan. Að verja það sem þið eru með þarna frekar heldur en að segja að fara í gang eitthvað sókn út frá þessu svæðum. Mér skilst það að vera sókn. Rússar hafa talað það og leyniþjónusturnar hafa varað við því. En maður einmitt velti fyrir sér eins og við erum búin að fara yfir og líka núna nýtt að koma í ljós að Bandaríkjamenn eru búin að senda 25.000 svona vopn sem eru hönnuð gegn flugvélum. Þannig að Úkraínumenn voru nú þegar með fullt af vopnum sem geta verið beitt gegn flugvélum. Þannig að það eru kannski ennþá minni líkur núna en á því að Rússar geti sendt inn flugherinn sinn á þess að bara missa allan. Og einmitt þessi drónar sem þeir eru að fá núna frá Bandaríkjamönnum bráðlega, ég veit ekki hvort þeir séu komnir, en Úkraínumenn eru allan með einhverja tyrkneska dróna og það er örugglega mjög kostnaðarsamt fyrir Rússa að reyna að sækja til allögu þarna sko.
Það komið nýr borgarstjóri í Mariupol sem settur á Rússum og hræðilega fregnir þaðan, hann að segja sjálfur þessi rússneski lepp borgarstjóri að 5.000 borgarar hafi dáið í Mariupol frá því að átökin hófust þar og að 60-70% af húsunum þar hafi verið rústað eða skemmst að einhverju leyti. Þannig að það alveg hræðilega hörmung. Þetta Aleppo. Já, þetta eiginlega Aleppo. Og 5.000 manns borgarar hafi dáið, það rosaleg tala. Ég held að Sameinuðu þjóðirnar hafi bara í gær verið búin að staðfesta, eða 25. mars búin að staðfesta 1.100 eða 200 borgarar hafi fallið. Þannig að meira þess að Rússar sjálfur að segja að 5.000 manns hafi fallið í Mariupol, þannig að það má búast við að sé líklega kannski fleiri. Evrópusambandið hefur samþykkt að loka á kol og loka höfnum sínum fyrir rússneskum skipum eins og þau hefur talað og það virðist vera að fara í gegn núna, þannig að við erum vonandi að sjá það gerast. En mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna segir að hann sé ekki vongaður að ná vopnahléi, að það náist vopnahléi á milli Úkraínu og Rússlands eftir viðræður þeirra. Hann segir að það sé mjög lítið traust þarna á milli og það veitir ekki á gott. En svo langar mér að sýna ykkur svolítið skuggalegt að það einn rússneskur hermaður með orthodox kristnum prest fyrir innrásina og hann og hann heitir Astabek Omurbekov, ofursti yfirmaður rússneska herliðsins í Bucha. Og þarna hann að fá blessun frá biskupnum í Khabarovsk daginn áður en þá haldið í stríð. Það allt með Guðs blessun. Allt með Guðs blessun og þetta að vera talsmaður Jesú á jörðinni, eða þessi talsmaður Jesú á jörðinni segir presturinn, hann brýndi fyrir ofurstanum að það væri Guði þóknarlegt að hann gerði sitt besta til að útrýma herskurum hins illa í Úkraínu. Krossferð. Já, eiginlega svolítið skuggalegt. Og svo annar rússneskur hermaður sem að leiddi, hvað kallaði maður paratrooper liðið sem að lendi þarna fyrst víðsvegar og hann Pallífa herdeild og hann þarna í rússneskum fjölmiðlum heiðraður og þakkað fyrir að hreinsa út nasistana í Úkraínu. Þannig að það svolítið áróðurinn og narratífið í Rússlandi svolítið að skauta framjá kannski. Við horfum á með hryllingi eru þeir að kynna sem hetjuverk. Já, sem hetjudaðir. En fleira var það ekki að sinni. En þetta ekki herdeildin sem í svona röndóttum bólum sem mikil svona, ég held kannski að býja til sögu að segja frá henni Já, ég þekki það ekki að gera. Það svolítið skrautleg hersveit sem í Rússlandi. En við ætlum að byrja á því að tala við Friðrik Jónsson. Það einhver leyti tilefni svo dapurlegu tónn sem í þér og mörgum sem núna að það horfir til að þetta verði langt stríð. Formaður herforingjaráðsins í Bandaríkjunum var að segja að þetta getur verið margra ára stríð. Ég sá núna bara í kvöld að utanríkisráðherra okkar hafði hitt utanríkisráðherra Úkraínu og það var svona sami tónn. Þannig að þetta geti orðið mjög langt og þá vorum við að reyna að fá út úr honum Hilmari Þór, hvert væri plan Vesturlanda? Hvernig á þetta geta endað? Markmiðið að Úkraínumenn sigri Rússa algjörlega í Úkraínu og það verði eiginlega einu lyktirnar? Eru vonir það að viðskiptabanni muni bara brjóta niður Rússa þannig að þeir muni bara hætta þessu? En Hilmar gæti ekki alveg svarað þessu, þannig að við köllum á Friðrik Jónsson, blessaður. Við verðum að leggja þetta fyrir þig, blessaður. Herðu, ef ég spyr bara, hvert er planið? Planið í allra einföldustu mynd planið náttúrulega í fyrsta lagi fyrir Atlantshafsbandalagið að tryggja eiginvarnir og koma í veg fyrir að þetta stríð breiðist út. Það númer 1. Númer 2 síðan hvað snýr að Úkraínu. Það að styðja og styrkja Úkraínu til sjálfsvörnar. Þannig að ríki geti varið sig og þá hinn endinn af því í raun og veru að hvetja þar með Rússland til iðrunar og yfirbóta, ef svo má segja. Þannig að þetta stríð verði A, stöðvað, B, snúið við. Og lengra það kannski ekki komið í hvað varðar
ég held að það sé nokkuð ljóst, það er ekki komið fram hjá Vesturlöndum eða hjá NATO að markmiðið sé síðan að Úkraína fylgi eftir inn í Rússland. Það eru engin markmið það að standa fyrir einhvers konar stjórnarbyltingu í Rússlandi. Það var allir sagt, það er mál Rússa sjálfra. En fyrst og fremst þetta, að tryggja það að okkar eiginvarnir, tryggja það að stríðið breiðist ekki út. Þess að fara út fyrir Úkraínu og inn í NATO-löndunum, þess að þá erum við náttúrulega komin í, svo maður segja, þriðju heimsstyrjöldina og styðja Úkraínu til sjálfsvörnar. Þetta er grunnplanið. Það er eins og alltaf að vefjast upp á þetta plan í raun og veru með því að það er verið að senda meira til Úkraínu bæði fjármagn og vopntæki, tól og vistir. Það er svona hægt og bítandi vext þar sem að menn kannski voru ekki tilbúnir að gera í upphafi, eru menn tilbúnir til að gera í dag, eitthvað sem að geti flokka sem árásarvopn og annað slíkt. Ertu að segja það? Ég hugsa að ef við metum alveg kalt þá held ég að það var rússneski herinn var ofmetinn, sá úkraínski vanmetinn og kannski líka vanmetið að þessi innrás yrði jafn víðtæk og hún var. En síðan að sama skapi að hún myndi, fyrst var ég að viðtaka og hún var að hún skildi ekki ganga betur hjá Rússum en raun ber vitni. Og það breytir þá dýnamíkina því að fókusin kannski Vesturlanda megin, reyna að koma í vekk fyrir að það yrði stríð. Það var nú tilgangur með því að greina frá því opinberlega í gegnum að gera opinberar upplýsingar sem að leyniþjónustur voru að komast að hverjir væru fyrirætlanir Rússa. Það var til þess að í raun og veru búa til þá fælingu að segja, Putin, við vitum hvað er sem vart að ætla þér og hvað afleiðingar það mun hafa. Það þýðir ekki að fela sig á bakvið einhverjar fólksflagg aðgerðir eða þetta. Við erum að segja heiminum frá því þetta er það sem við ætlaðum að gera, við vitum að því. Þannig að við erum vinsamlegast hættu við þetta, en það bar hins vegar ekki árangur. Það var farið að sneiða innrás. Og eðlilega af því að það hefur gengið betur hjá Úkraínumönnum, þá er auðveldara að koma þeim til aðstoðar og kannski má segja líka það er von meira að koma til aðstoðar. Af því að þetta hefur gengið betur hjá Úkraínumönnum, vanmatið á Úkraínuher og ofmatið á Rússlandsher, gera það verkum að það er auðveldara að koma Úkraínumönnum til hjálpar og það er svona von til þess að það beri árangur. Og árangurinn er að koma í ljós í kringum Kíev, svo er að sjá til hvað gerist í Donbass. Þetta sem þið voruð að ræða áðan, þessi vænta stóra árás Rússa í austursvæðum og á austursvæðum Úkraínu. Og þeir hljóta náttúrulega vera að leiðrétta sitt mat að einhverju leyti, þannig að þeir eru að koma núna til að mæta sterkari Úkraínuher heldur en reiknuðu með fyrir 5-6 vikum. Já, en þá er spurning, það verið svona þessar vangaveltur, ef maður sér frá sögum að Rússar hafi sjálfur vanmetið Úkraínuher og kannski ekki senda staði í upphafi, ekki sitt allra besta lið. Ég dreg það reyndar í efa. Ég held að ein af grunnmistökunum hafi verið þetta að fara inn í raun og veru á allan að 3 stöðum, þannig í norðurinu, norður af Kíev, síðan í austurinu og síðan í norður frá suðri, þar að segja frá Krím og við höfum séð það herliðið sem var staðsettur Krímska, það virtist að verið best þjálfað, best listað, best vopnað og hefur gengið innan gæsalappa best af rússnesku herliðunum. Það er alveg staðreynd að Rússar eru í reynd búnir að loka og ná yfir strandlengjunni frá Krím að Rússlandi við strandlengju Azovhafs. Og það er ekkert að gera lítið úr þeim árangri, en hann er búinn að kosta og þið voruð að ræða í rétt áðan hluta af þeim kostnaði sem er eyðileggingin á Mariupol og hvernig Rússar ætla sér að halda áfram. Segjum svo að þetta endi í einhverju stöðnun á þessu stríði, það verði svona frosið stríð átök eins og í raun og veru voru og Rússar halda Krímska, halda strandlengjunni við Azovhaf og halda Donbass.
eitt af því sem búið að gerast að rússnesku mælandi minnihlutin í Úkraínu sem að hefði átt að vera jákvæðar í garð Rússa eftir allar þessar aðgerðir þá er þetta fólk ekkert lengur neinir aðdáendur Rússlands. Þú finnir þá ennþá í Donbass í kringum Donetsk og Luhansk, en á þessum hinum rússnesku mælandi svæðum þá hafa þessar aðgerðir Rússa haft þveröfuga áhrif. Það hefur frekar verið að lyfta upp Úkraínu hlutanum af rússnesku mælandi Úkraínumunum frekar heldur en að bæta í Rússan hérna. Þannig að þetta er svona, taktískt, strategískt og oft tala þetta að vinna hug og hjörtu í svona, það hefur líka gersamlega farist fyrir hjá Rússum. Það hefur fáum tekist, það tókst Bandaríkjamönnum ekki í Afganistan eða Írak eða annars staðar, þannig að það yfirleitt ekki hægt að mæla með því hérna í frá að fólk reyni að vinna hug og hjörtu með byssum. Nei, það er nú einmitt, það er nú kannski einn stóri gallinn við einmitt, sko, þegar að herir tala hug og hjörtu og þú nefnir Afganistan og ég er nú aðeins pínu bakgrunn þaðan. Að það var einmitt, það var nú eitt af áskorunum að jafnvægið á milli, það sem þarf til þess að vinna hug og hjörtu, það einmitt snýr ekki á vopnavaldinu, það sem snýr á vopnavaldinu er það að jú þarf að tryggja öryggi, en það er til þess að annað fái þrifist. Félagslíf, efnahagslíf, heilbrigðiskerfi, félagsþjónusta og svo framvist og í ríkis og Afganistan að til hvers þurftur hervaldi og þá til að tryggja öryggi til þess að þróunarstarf geti farið fram. Þannig að það væri hægt að geti farið fram alvöru uppbygging. En jafnvægið á milli þess sem var verið að gera í þróunarmálum versus það sem var verið að gera á hernaðarsviðinu var alltaf mjög skakt. Þannig að, þú veist, og ofur áherslan hernaðarhlutina. Nú eru konur farnir að tala Afganistan sem við ætlum að halda okkur í þessu stríði. Það sem að vera að tala svolítið núna, þetta verið langt stríð. Og þú talar áðan að geti frosið einhvers staðar. Þannig að það er kannski líklega niðurstaða að það verði að Rússar haldi strandleggjunni, haldi einhverju svæði og þar verði svona átök sem að geta legið niður einhvern smá tíma en muni svo rjúka upp reglulega. Það er það sem við náttúrulega búin að sjá á undanförnum árum. Við sáum það gerast í Georgíu, í Abkhazíu og Suður-Ossetíu eftir yfirtökuna þar og síðan hafa þar verið í raun og veru svona frosin átök. Eftir yfirtökuna á Krímska og innrásina inn í Donbass 2014, sko, það byggust flestallir við því að það yrðu frekari átök að einmitt til dæmis þessi strandleggja frá Krím og að Rússlandi við Azovhaf, það væri eitthvað sem lá í loftinu að Rússar ætluðu að gera þá, en svo gerðist það ekki. Og þá fengu við í staðinn, þessu frosnu átök í Donbass og við Krím. Minsk samkomulagið gert og það var sett upp málamynda eftirlits misjón eða sveitir frá ÖSE til þess að vakta markalínun á milli Úkraínumanna og uppreisnar, það sem við kurteislega köllum uppreisnarmanna í Austur-Úkraínu. En síðan leiðum við hvað gerist, svo kom náttúrulega að því að það komu, frostið þiðnaði og það urðu aftur átök sem við erum búin að sjá núna á síðustu rétt rúmum 6 vikum. Þannig að það er ekkert ólíklegt að ætla sér að jú, það verði átök núna en það fari aftur í einhvers konar frost. Það myndist einhvers konar, hvort sem það verður með formlegu vopnahléi eða ekki eins og gerðist í raun og veru 2014. En ef ekki verður einhver grundvallar breyting á stefnu og afstöðu Rússlands, að þá má búast við því að það verði frekar svikalogn. Þannig að jafnvel þó að við sjáum eftir einhver vikur eða mánuði að þetta staðni þetta stríð og það fari í ákveðið frost. Einhvers konar vopnahlé. Já, líða þá önnur 8 ár og þetta fer í gang aftur. Rússar hafa viðurkennt sjálfir að þeir hafa orðið fyrir töluverðu tapi í Úkraínu og þeir segja að þeir hafa mist 1300 hermenn og að 3800 hafi slasast. En 2 dögum eftir að Rússar segja þetta þá segir þýski kanslarinn Olaf Scholz að Rússar hafi mist 10.000 hermenn
og þá erum við ekki einu sinni með tölurnar yfir skriðdreka og flugvélar og alls konar sem þeir hafa mist. Telurðu að markmið Rússa hafi breyst og þróast frá því að þetta byrjaði og núna þeir kannski að festast í þessari pattstöðu þegar Úkraínumenn eru komið með öll þessi vopn. Heldurðu að Rússar séu búin að breyta þeim markmið? Ég held að endanleg markmið séu, því miður þá held ég að þau séu endanleg markmið séu óbreytt. Það að taka yfir Úkraínu en hvort þeir séu búin að aðlega frekar hjá sér tímalínuna og eins og við sjáum frá 2014 þeir geta tileinkað sér ákveðna þolinmæði. Nú töldu þeir sig vera tilbúna og það væri mátu stöðuna í alþjóðasamfélaginu þannig að þeir væri komnir á þann stað að þeir gætu komist upp með þetta og myndu geta gert þetta fljótt og vel. Síðan þegar það bregst þá aðlega þeir aftur en ég held að hinn endalegu markmið séu enn hinn sömu. Nú eru þið aftur að vitna bara hérna áðan í prestinn og hérna þannig að undirliggjandi áróðurinn hefur ekkert breyst en Rússar er ekkert undanskildir því að aðlaga markmið sín tímabundið. Það er augljóst að þetta er ekki að ganga eins vel og þeir ætluðu sér. Þeir eru að lenda í vandræðum náttúrulega út af efnahagsþvingunum og þannig að kannski getur það verið tímabundið taktískt skynsamlegt fyrir þá að takmarka tímabundið þessar fyrirætlanir sínar, einbeita sér aftur að því að samþjappa þeim árangri sem þau voru þó búnir að ná í austurhéruðum og hann var ekki klára að tryggja strandlengjuna og eignast Asóhafið. Að það sé svona ásættanlegur áfangasigur meðan þeir síðan fara jafnvel aftur og taka sér tíma í að undirbúa framhaldið. Hvort sem það verður eftir 5 mánuði eða 5 ár kemur svo í ljós. En er það raunhæft að þeir geti haldið þessum svæðum eða er hægt að reikna með því að Úkraínumenn hafi afl til þess að gersigra Rússa í Úkraínu? Í augnablikinu getur maður ekki útilokað neitt. Manni þætti það að þú ert í líkindareikninga, ef maður fer í einhvern líkindareikninga þá til kannski minni líkur en meiri á því að Úkraínumenn geti náð einhverjum fullnaði sigri yfir Rússum og bandamönnum þeirra í Donbass-héraði eða ýtt þeim út af Krímskaga aftur. Mér þætti það hæpið en í þessu skal maður aldrei útiloka neitt, sérstaklega ef þeir eru að fá aukinn stuðning og ef ekkert bendir til þess að Rússar ætli að beita hvað við segja sínum allra verstu vopnum. En það er kannski það sem maður hefur einhverjar áhyggjur af líka ef ég fer í svartsýnustu þangað þegar að Pútín er farin að segja eins og núna og Rússar farin að tala með opnum hætti mannfall og slælegan árangur en setja það einhver síður upp í þennan ramma að þetta er ekki þeir eru að tapa fyrir ósangjörnum villimönnum og nasistum og dóplustum og svo framvegis að verður það nota sem réttlæting fyrir ennþá harðari átökum, harðari viðbrögðum notkun og ennþá öflugri vopnum. En við getum ekki spáð fyrir hvernig það þróast á vígvellinum. Meila mesta líkurnar að þetta staðni bara í einhverjum átökum og við getum meila vonast til þess því að annað kallar á meira mannfall og meiri hörmungar. En það er annað stríð sem er í gangi og það er efnahagsstríðið. Er það markmið Vesturlanda? Hann var að sýna, hann Karl, hvaða lönd það eru sem taka þátt í refsiaðgerðunum. Er það raunhæft markmið Vesturlanda að fá Indland og Kína að einhver leyti með í þessar aðgerðir? Það sem er raunhæft er kannski að þau verði sem mest hlutlaus og við sjáum það frá til dæmis í Kína, fullt af kínverskum fyrirtækjum fara mjög varlega af því að þau eru háð aðgangi að vestrænum mörkuðum. Kína er ennþá útflutningsstríðið hagkerfi. Sá útflutningur fer mest hvert. Hann fer til Vesturlanda. Þannig að Kína ræður ekki við það sérstaklega núna með að þær efnahagsáskoranir sem Kína er að eiga við, sem er ekkert sérstaklega dulið leyndarmál að það eru verulegar efnahagsáskoranir í Kína sem tengjast meðal annars
stöðu á fasteignamarkaði og fjárfestingum og slíku. Þannig að það er eitt að vera með einhverja retorík gegn Vesturlöndum, en það er annað hvernig hinn praktíski veruleiki í raun og veru. Kínverjar jú gjarnan vilja ná meiri yfirráðum yfir alþjóðamörkuðum, svo má segja, geta notað kínverska hóanið meira að losa sig undan ofurvaldi dollarsins og evrunum. En gott og vel, og það kannski á eftir að gerast síðar, en í augnablikinu þá það bara þannig að dollarin númer 1 í alþjóðaviðskiptum, evran númer 2 og Kína háð aðgangi á vestrænum mörkuðum. Þannig að minnstakosti mun verða svona, þó þau taki ekki formlega þátt í efnahagsþvingunum, þá munum mörg kínversk fyrirtæki, og við sjáum það nú þegar, stíga mjög varlega til jarðar. Indverjar eru svolítið sérkennilegt tilfelli í augnablikinu. Þetta sem við oft köllum stærsta lýðræðisríki jarðarinnar búin að vera á mjög sérkennilegri vegferð undir núverandi stjórnvöldum og undir Módí. Þar hefur svona þjóðernishyggja, svona ethnonationalism, hindu ethnonationalism verið á uppleið með ekkert sérlega góðum afleiðingum, en í honum ákveðin samhljómur við retorík Kína sem eru líka með ákveðin ethnonationalisma og síðan aftur við Putin. Og þetta þetta finnst manni ekki mjög huggulegt. Og staðreyndir hins vegar en það svo að Vesturlönd eru ráðandi á alþjóðamörkuðum. Þangað þurfa allir að hafa aðgang ef vel á að ganga. Þetta kort sem þið byrtuð áðan líka af viðskiptaþvingunum manna og voruð að tala hallagreiðsluna í öryggisráðinu. Það verður síðan athyglisvert að sjá hvað gerist með eins og ríki eins og Sádi-Arabíu sem í fílu við Bandaríkin út af Khashoggi-málinu. Þið sáu kannski líka í gær var sú breyting varðandi málaferlin sem voru í Tyrklandi. Það var það í gær eða í morgun að málaferlin sem voru ennþá í gangi í Tyrklandi að þau voru allt í einu færð bara til Sádi-Arabíu. Við vitum að þýðir endalókin á þeim málaferlum. Við vitum að Mohammed bin Salman bin Saud, krónprins Sádi-Arabíu hann vill fá Bandaríkjamenn að skríða til sín sko. Þannig að og búin að vera í mikilli fílu út af Khashoggi-málinu. Þannig að ef það verður hægt að nálgast einhverja sátt þar þá og Sádi-Arabíu til skrúa frá grununum þá mun það hafa olíuverð og það geti haft áhrif líka á viðskiptaþvinganir og svo framvegis. Þetta mikil svona skák á alþjóðavettvangi og ef maður fer svona aftur til Trump-árana þá var Trump að tilkynna það að Kína væri höfuðandstæðingur Bandaríkjanna og þá voru svona hugmyndir það að búa til svona kraga í kringum Kína, Ástralía, Japan, Indónesía, Indland, Rússland áttu að vera svona buffer í kringum Kína. Þetta Bandaríkjin þurfa að endurskoða alla svona heimspólitíska stefnu sína ef þeir ætla að hafa Kína sem höfuðandstæðinga þá þeir eiginlega að missa bæði Indland og Rússland yfir línuna. Í augnablikinu þá gæti það vist eins og og eins og sé, Indland kannski þetta svona sérkennilegasta staðan í augnablikinu við Indland af því að Indland hafandi verið lýðræðisríki en svo þessi svona hindu þjóðernishyggja sem hefur verið að uppleiða undir Módí og sem ekki sem veldur ákveðnum áhyggjum. En að Módí kemur, þá þetta kannski ekki svo breitt. Samstarf Bandaríkjanna og í raun og veru og þá Evrópu líka við eins og Suður-Kóreu, við Japan, við Ástralíu, Nýja-Sjáland, Indónesíu, það hefur verið viðvarandi. Það sem kannski einna helskert og sem breyting aftur á Trump-tímanum. Trump dró til dæmis Bandaríkin tilbaka úr viðskiptasamkomulagi á Kyrrahafssvæðinu. Bandaríkin eru komin þá aftur inn í það. Það eitthvað sem var undirbúið á tímum Obama og jafnvel ekki drakið aftur til Clinton-tímans og fylgt eftir á Bush. Trump var meira, hann var kannski frekar í þeim efnum meira undantekning heldur en reglan hvað var það samskipti Bandaríkjanna við Kyrrahafssvæðinu. Þannig að hvort það verið formaliserað þá betur í einhverjum samningum. Þetta var athyglisvert á NATO-fundurum í dag
og sást að þar voru mættir utanríkisráðherrar frá Suður-Kóreu, frá Japan, frá Ástralíu og Nýja-Sjálandi á fundin, ásamt síðan náttúrulega utanríkisráðherrum Finnlands og Svíþjóðar og frá Georgíu og hvort það var ekki frá Bosníu líka. Þessi utanríkisráðherrafundur í dag sem var það líka með úkraínska utanríkisráðherra, hann var athyglisverður hvað þetta var það líka. En Bandaríkin þau hafa þá utanríkisstefnu að passast það að verði ekki til neitt öflugt veldi neins staðar í heiminum sem getur ógnað þeim og þess vegna skilgreina Kína sem óvin. En af hverju ættu við að skilgreina Kína sem óvin? Hvað abbast Kína upp á? Já, óvin eða sem áskorun. Kína hefur sýnt ákveðna hegðun á alþjóðavettvangi sem að við ætlum að hafa áhyggjur af eins og aðrir, sem varðar ákveðnar áskoranir gegn alþjóðakerfinu, eins og til dæmis hefur gerst í Suður Kínahafi. En Kína þar stundum líka eins og þeir séu svona svolítið með tvennar og jafnvel þrennar skoðanir. Sama og þeir eru í raun og veru að vinna gegn alþjóðasamþykktum og alþjóðalögum í Suður Kínahafi. Það eru sömu lög og sömu reglur sem að gefa þeim aðgang á öðrum alþjóðlegum hafsvæðum, til dæmis á norðurslóðum. Þannig að það getur verið vandlifað að vera rísandi stórveldi og ákveða hvað það sem skiptir í máli á hverjum tíma. Við líka séð Kína hegða sér með svona sérkennilegum hætti á alþjóðamörkuðum, ég meina hugbúnaður og hugverkaþjófnaður, slíkar áskoranir, njósnabúnaður inn í hátæknibúnaði, alltaf debat til dæmis í kringum Huawei og 5G, með bakdyr aðgengi fyrir kínverska leyniþjónustur og svo framvegis. Þannig og svo skulum við ekki gleyma því að þarna erum að ræða allt annað stjórnmálakerfi heldur en það sem við gengst á Vesturlöndum. Kína ekki lýðræðisríki. Varðandi Huawei, er það ekki samt svolítið þannig að sumir segja sko það sé ekki endilega bara það að þeir séu með svona back channels fyrir eitthvað svona njósnabúnað, heldur líka var Huawei kannski bara að standa sig betur en önnur svona síma- og tæknifyrirtæki Vesturlanda, og er það ekki svolítið þannig líka eins og við sáum með Pegasus verkefni Ísraelsmanna að það er bara alveg sama sagan að segja frá vestrinu, að þar líka spæjarabúnaður búið að setja inn og leyniþjónustur Vesturlanda eru með þetta allt undirbúið, þannig frekar en að það sé kannski að snúast að Kína sé að brjóta alþjóðalög frekar en aðrir, að þetta ekki í raun bara svona valdaströggul á milli þessara tveggja heimsvalda og Kína sem að rísa? Það er vissulega partur af því og fyrir náttúrulega lítið land eins og Ísland, þá velur þér á endanum í hvaða liði viltu tilheyra og þarft að tilheyra og þá á þessum tvennum valkostum fyrir mér valið tiltölulega auðvelt. Ég vil á hverjum degi það að vera í liði það sem að lýðræðið er mestmegnis virt, sjálfsögurréttur þjóða er mestmegnis virtur og svo framvegis. En ekki að vera í liði þar sem allt þetta er svona, já, má efast það haldist. Við þurfum helst að fá Ólafur Ragnar Grímsson hérna í viðtal sem að eyddi svona hluta af stjórnmálaferli sínum í því að reyna að búa til þriðja valkostinn, ferðaðist heiminn og vera að búa til eitthvað svona bandarlag ríkja sem voru utan blokkana, þið vildu hvorki tilheyra Bandaríkjunum eða Sovétríkjunum. Spurja hann hvort að það sé eitthvað til í þeirri hugmynd ennþá, eða hvort að valkostinni séu, eins og þú ert að lýsa, Friðrik, að séu bara að þú verður að velja hvort þú ætlar að vera með Kína og Rússlandi eða hvort þú ætlar að vera með Bandaríkjunum. Já, ég hugsa til þess að það verði til meðallangs tíma verði það eina af afleiðingunni hérna af þessu. Við til dæmis að þessi alþjóðavæðing eins og við þekkjum hana, þar sem hún óheft og óhindruð út allan heim. Hún að augljóslega að verða fyrir ákveðnum áskorunum. Viltu eiga eitthvað svona nauðsynlega þarf, viltu eiga það undir einhverjum sem þú getur ekki treyst? Já. Það var viðtal sem að ég tók við Gylfa Sóeka við Rauðaborðið, þar sem hann fjallaði stóruleitu þetta og hann var að orða þetta frá sínu sjónarhorni sem hagfræðin og var eiginlega farinn að tala að Ísland þyrfti eiginlega bara að velja Evrópu, því að þú verður að velja eitthvað svona svæði til þess að vera á í þessum heimi sem að brotna upp í marga póla.
Þetta svona þráður sem að gengur í gegnum þess að þætti okkar og við getum ekki leyst hann núna í kvöld, Friðrik. Þannig að við fáum við kannski ekki svona setna til þess að. Vorum við ekki komnið langleiðina sem? Þetta fer að koma. Við erum hálnaðir. En síðan ætlum við að tala hérna eftir við Ólaf Gíslason sem ég hef nú trúum að muni hafna þinni tillögu. En ég þakka kærlega fyrir Friðrik að staldra hérna við og tala þetta ástand sem mjög skrítið núna þessa dagana. Og erfitt að sjá fram á veginn. Takk. En eins og ég sagði þá Ólafur Gíslason kominn hérna, við ætlum nú reyndar að tala við hann Ítalíu. Við höfum svolítið verið að tala stjórnmálaþróunin í Evrópu, það byrjaði eiginlega á kosningunum í Ungverjalandi, þar sem að Orbán vann kosningastigur, sem að ég held nú enginn sé að efast þó hann væri nú alveg vís til þess að svindla aðeins í kosningunum, en það kom mörgum á óvart að svona pútinisti inn í svona góðan sigur og svo höfum við verið að fylgjast með frönskum stjórnmálum þar sem að Le Pen sem að hefur nú verið styrt af Putin gengur vel og miklu sterkari núna en nú var 2017 og þá kom svolítið svona inn í vangaveltunar þetta algjöra uppbrot stjórnmálana í Frakklandi þannig að eftirstríðsar á stjórnmálin og stjórnmál nýfrjálsíkjutímans eru eiginlega búin að brotna og þess vegna langaði mig að heyri þér Ólafur vegna þess að þú þekkir til ítalska stjórnmála þar sem að þessi þróun eiginlega gengin lengra þar sem að eiginlega ekkert eftir af stjórnmálum eftirstríðsárana og stjórnmála kerfið allt bara mjög ólíkt því sem áður var. Er það ekki rétt? Já, kannski ekki öllu leyti vegna þess að Ítalir eru með fullt af bandarískum herstöðum og kjarnorkuvopnum sem voru sett upp í kjölfar stríðsins og þeir hafa í raun og veru verið svona eins og kannski líka Þýskaland, þessi ríki sem voru sem sagt á móti bandamönnum í stríðinu ennþá mótuð af sínum örlögum í því stríði og Ítalir eru háðir bandarískri pólitík virðist vera alveg fram í rauðan döðan eins og þetta segja myndi ég halda. Já. Er þetta uppbrota sem að maður sér í könnunum að nú bræður Ítalíu eru stærsti flokkurinn, síðan svona einhver svona sósíaldemokratískur flokkur og síðan kemur Salvini, svo Berlusconi, þannig að það svona ultrahægrið eiginlega í könnunum að mælast með 55-60% fylgi í Ítalíu. Já, þetta flókin saga og ótrúleg og ég hef nú fylgst með Ítalíu núna í næstum í hálfu öld eða kannski meira lengra síðan ég kom þangað og það má segja að það sé gjörbreyttur heimur og að hann hafi breyst fyrsta lagi með tilkomu eingöngu Ítalíu í Evrópusambandið og svo í öðru lagi með kosningaúrslitunum 2018 þegar að tveir uppreisnarflokkar gegn kerfinu náðu meirihluta, annar talinn öfgarflokkur til vinstri og hinn til hægri og þeir byggu til þessa furðulegu samsteypustjórn sem að stóð í 1-2 ár og síðan hefur ríkt algjört undantekningar ástandi í ítölskum stjórnmálum myndi ég segja þar sem að forsætisráðherrar hafa verið tilskipaðir af forsetanum. Þingið hefur ekki valið sér forsætisráðherra, hann staðið utan þings og sem sagt Conte stýrði 2 stjórnum sem voru annars vegar þessi 2 flokkar og hins vegar sósíaldemókratar og þessi 5 stjórnarhreyfing sem var talin eins konar anarkistaflokkur eða ég veit ekki hvað. Og síðan gerðist það sem sagt í febrúar 2021 að sú stjórn splundraðist og þá var skipaður nýr forsætisráðherra án þess að til kæmi á þess að þingið væri spurt eða hann fékk stjórnarumboð. Og núna allir flokkar í þeirri stjórn sem máli skipta nema
sá flokkur sem lengst til hægri sem þjóðernissinnaður íhaldsflokkur. Og þetta er ástand sem fullkomlega, myndi maður segja, óeðlilegt út frá hefðbundinni evrópskri pólitík. Og þessi undarlega samsteypustjórn sem á Ítalíu, hún hefur fyrst og fremst starfað með tilskipunum, þar sem að þingið hefur ekki gert annað heldur en að samþykkja tilskipanir. Fyrst, það má segja að Mario Draghi sem núna forsætisráðherra, hann komst til valda sem sagt þegar að COVID-kreppan skall á, og mjög fljótlega þá setti hann fram bara í mjög merkri stefnuræðu og sagði hann: annaðhvort látið þið bólusetja ykkur eða þá þið drepist. Það er bara bólusetning eða dauði. Og síðan var settur á þetta græna vegabréf og síðan hefur Ítalíu verið stjórnað með tilskipunum og að mikilli hörku út frá þessum græna vegabréfi, þar sem allir sem voru ekki bólusettir, nægilega mörgum bólusetningum, voru sviptir alls konar félagslegum réttindum. Þessu ástandi er svona rétt að sjá til lofts í því þegar að stríðið skellur á. Og þá kemur Mario Draghi með aðra svona ræðu, stefnuræðu, þar sem hann segir: annaðhvort slekkið þið, annaðhvort viljið þið stríð eða þá að þið slökkvið á loftkælingunni í sumar. Og ef þið ekki slökkvið á loftkælingunni þá bara viljið þið stríð, það þýðir bara ekkert annað. Og þetta þýðir það sem sagt að hann vill, eins og hann sagði, hlýða tilskipunum Evrópusambandsins fórnir Ítalíu fyrir friðinn, eins og hann segir. Og þær fórnir eiga að felast í því að raunverulega að rústa ítölsku efnahagslífi samkvæmt því sem allir hagfræðingar segja. Það er að segja að Ítalía er fullkomlega háð gasi frá Rússlandi og ef að það verður skrúa fyrir það viðskipti, þá mun ekki bara bensínkostnaðurinn hækka og hitakostnaðurinn og kælingakostnaðurinn og allt það, heldur mun atvinnulífið fara í ennþá dýpri kreppu en það er eftir þessi 2 ár í COVID ástandinu. En COVID ástandið hefur sett fleiri 100.000 smáfyrirtæki á hausinn. Veitingahús, barir, verslanir, smáiðnaður, alls konar. Og núna sem sagt með þeim hækkunum sem hafa orðið þegar á gasi og rafmagni, þá eru fyrirtæki að loka mjög víða. Og til dæmis var ég að lesa það daginn að gleriðnaðurinn í Feneyjum sem á sér 1000 ára hefð, hann á ekki lengur forsendur, efnahagslegar forsendur, því að gasi það kostar allt og mikið til þess að búa til gler. En þetta á ekki bara við glerina, heldur alls konar handinað og tískuvarning og allan þann mikla útflutning á ítölskum gæðavörum sem að voru eftirsóttar í Rússlandi til dæmis meðan ólígarkarnir og nýja millistéttin í Rússlandi var frjáls að kaupa það sem hún vildi. Þannig það er framundan mikill samdráttur, efnasamdráttur og erfiðleikar á Ítalíu. Já, þetta er náttúrulega allt í óvissu en það blasir við að kreppan mun dýpka eftir því sem að þetta stríð heldur áfram og þessi ríkisstjórn hún á 1 ár eftir held ég tæplega það og mjög óvíst að hún muni lifa þann tíma af og hvað þá tekur við er ekki ljóst nema hvað að þessi stjórnarandstöðuflokkur sem er lengst til hægri, hann er stærsti flokkurinn á Ítalíu orðinn og
þá væntanlega mynda stjórn með lekaflokknum sem að hefur fallið meðal kjósenda í þessari stjórn sem hann núna í, vegna þess að þessi stjórn sem að núna ríkir, hún tæknikrata stjórn sem lítur fullkomlega þessu tæknikrata sjónarmiðum sem að sósíaldemókratar eru helstu talsmenn fyrir og birtast fyrst og fremst í hlýðni við Evrópusambandið og NATO. Hvað var það eiginlega ítalska vinstri? Þú sagðir að það væri einn öfga svona vinstri flokkur eða langt vinstri flokkur sem var í ríkisstjórn. Eru þeir svolítið að hverja burt? Þú myndir ekki kalla 5-stjörnuhreyfinguna öfga vinstri flokka, það ekki svona píratar eða eitthvað? Hún var talin það, en það merkilega að leiðtogi hennar, hann var leikari alveg eins og Zelenski í Úkraínu, hann var svona skopleikari vinsæll, Beppe Grillo, sem stýrði þeim flokki og hann ennþá langstærsti flokkurinn á þinginu hann hafði 33% atkvæða en í skoðanakönnunum hann núna komin niður í 10% eitthvað svoleiðis, ég veit ekki nákvæmlega hvað það og hefur gjörsamlega glatað öllum sínum hugmyndum, hann búinn að þvælast á milli frá hægri til vinstri og fara margar kollsteypur í sinni pólitík og hefur ekki trúnað frá neinum held ég, eða svona af svokölluðum vinstrimönnum minnsta kosti. Hvað annað vinstri til á Ítalíu? Sósíaldemókratarnir kalla sig vinstri flokk en þeir eru bara tæknikrataflokkur sem fullkomlega bundinn við Evrópusambandið og í raun og veru við NATO líka í þeim aðstæðum sem eru núna. Já. Og þessi líkflokkur, hann að mælast hár núna? Það eru bræður Ítalíu sem... Já, hann svona 12-15% kannski lekaflokkurinn, ég veit það ekki. En hann hefur líka, sem sagt, hann hefur líka tapað miklu fylgi vegna þess að þeir eru búin að brjóta öll sín loforð líka í þessari stjórn sem byggir á tilskipunum sem koma frá Mario Draghi sem stjórnmeiri raun og veru eins og hálfgerður einræðisherra. Þetta eru sannkallaðir populistar á þann veg að þau bara fara þar sem vindurinn blæs, svolítið. Já, þetta fullkomin hentistefna sem hefur ríkt í ítölskum stjórnmálum og þetta bara mjög grátlegt í raun og veru að horfa upp á þetta. Hvernig myndur lýsa bræðrum Ítalíu? Hvað svona flokkur það? Þetta sko þjóðernissinnaður íhaldsflokkur. Hann mjög gagnrýninn á Evrópusambandið en og þeir eiga mjög skelegan forystukonu sem kannski ef maður leiðir sig út í það að fara að horfa á sjónvarpsumræður og svona framkomu stjórnmálamanna í ítölsku sjónvarpi sem kvöð og pína, þá myndi ég segja að hún væri sú sem væri skelegust í að setja fram sín sjónarmið og fínlegt. Hún getur talað frjálst og hún mjög glögg og skilmerkileg í sínum talsmáta og hefur sem sagt fært þennan flokk úr því að vera 10% upp í 23% eitthvað svoleiðis, ég veit ekki. Giorgia Meloni sem að þú ert að tala um. Já. En það einn vinstriflokkur hérna sem heitir eitthvað Sinistra Italiana, hvað? Þetta eru smáflokkar sem skipta engu. Skipta ekki máli, sko, þetta svona en hins vegar sko verður það að segjast að þetta undarlega ástand sem bara eins og undantekningar ástand þar sem allir stjórnum með tilskipunum og öllu stjórnmála umræða bara marklaust þaður þá hafa sprottið upp mikilvægar sjónvarpsstöðvar og upplýsingamiðlar sem horfa mjög gagnrýnum augum á þetta allt saman, á allt flokkakerfið og stjórnina og alla þessa pólitísku umræðu. Þeir hafa átt mjög erfitt með að komast inn í stóru sjónvarpsstöðvarnar sem eru reknar á ríkinu og að Berlusconi.
En segðu mér Ólafur, ef það væri kosið núna, ef stjórnin lifir ekki þetta 1,5 ár sem til næstu kosninga, þá líklegast að bræður Ítalíu og Lega nái næstu því bara meirihluta og þurfum við kannski að taka með sér Berlusconi og áfram Ítalía með sér og þá erum við komin með lausn á þessu pólitísku pappstöðu en það þá lausn sem svona létt fasísk Ítalía. Já, það spurning. Sko, ég verð að segja það að sko, það sem að sósíaldemókrataflokkurinn hefur gert fyrir Ítalíu á undanförnum árum að fletja út og eyðileggja stjórnmálin í raun og veru og setja allt í hendur einhverja tæknikrata sem að stjórna í krafti undantekningar ástands út af pestinni og út af stríðinu og svo framvegis, út af skuldastöðunni og svo framvegis. Og þetta tengist í raun og veru ákveðinni heildarsýn á stjórnmálin sem að ég myndi vilja yfirfæra á stjórnmálum í heiminum í heild. Þar sem við höfum annars vegar þau ríki þar sem Bandaríkin í fararbroddi sem byggja á fjármálavaldi og hafa útfært, ef svo mætti segja, alla iðnaðarframleiðslu til láglaunaríkjanna og þá fyrst og fremst til Kína. Og átökin í heiminum standa núna dollarann sem gjaldmiðillinn fyrir þetta hagkerfi sem að heimurinn býr við. Og Evrópa, hún svona á milli, núna byrtast þessi átök á milli Bandaríkjanna og Rússlands og Evrópa lendir þarna á milli og veit ekki hvort fótinn hún á að stíga og hefur ekki haft burði í sér til þess að stíga í fótinn og viðhalda, það má segja, því sambandi til dæmis við Rússland sem nauðsynlegt til þess að friður geti ríkt í Evrópu. Já, þetta svolítið öfugt við það sem haldið fram í meginstraumsmiðlum og í allri umræðu að stríðið einmitt samin Evrópu og þétti saman ríkjónum í NATO en þú nú ekki hrifinn hvorki af NATO né Evrópusambandinu. Já, sko, Evrópusambandið var stofnað til þess að viðhalda friði í Evrópu. Það má segja að NATO hafi haft þetta hlutverk líka og veruleikinn sýnir okkur að bæði þessi samtök hafa fullkomlega brugðist í sínu hlutverki. Og það kom alltaf merkilegt fram bara núna í Wall Street Journal fyrir stuttu þar sem var sagt að Olaf Scholz, þegar hann var að tala við Zelensky 5 dögum áður en stríðið skall á. Og þá spurði hann Zelensky, getur þú fallist á hlutleysi Úkraínu? Og Zelensky sagði nei, ekki vegna þess að Zelensky bara leikbrúða og það voru Bandaríkjamenn sem voru búin að segja þetta. Stóra syndin og stóra ábyrgðin sem að Olaf Scholz og Macron hafa á sínum herðum það að hafa ekki lýst í opinberlega yfir áður en stríðið hófst að Úkraína yrði aldrei innlimuð í NATO. Spila þessi mál inn í stjórnmálinu á Ítalíu? Átök á milli flokkanna eða allir flokkarnir sem að standa á bakvið ríkisstjórnina og efnahags aðgerðirnar sem Evrópusambandið stendur fyrir? Já, sko, stjórnarflokkarnir, þeir bara undir hælnum á Draghi og hann segir annarkvort viljið þið stríð eða þá að þið bara skrúðu fyrir loftkælinguna. Það að segja að almenningur á Ítalíu á að færa fram efnahagsfórnir, það á að rústa ítalska hagkerfinu til þess að koma á friði og það á að láta Úkraínu hafa vopn
og það til þess að halda áfram þessu stríði og þetta bara sjálfsmorð sem að ekki bara Ítalía heldur Evrópuríkin eru að fremja með þessari brjálugu stefnu að mínum mati. En hver að halda þessu fram á Ítalíu? Þú ert að halda þessu fram hér, en einhverjir í ítalsku stjórnmálum sem að tala eins og þú núna? Já, það eru margir sem gera það, bæði menntamenn og þessir fjölmiðlar sem að hafa sprottið upp á síðustu árum vegna þess að það hafi verið svo mikil skoðana einokun ríkjandi á megin fjölmiðlum sem að fyrst og fremst varð áberandi með COVID-pestinni og allir því og bólusetningar herferðinni og allir því, græna passan og allir því. Það er svona atriði sem að klauf ítölsku þjóðina og hefur sett stóran svartan blett á ítalskt þjóðlíf þannig að maður þekkir varla Ítalíu lengur eins og hún var. Það voru mikil mótmæli á Ítalíu gegn sóttvarnaraðgerðunum svona í lok upp úr miðju síðasta ári og fram að áramótum. Þetta hefur klofið þjóðina algjörlega í tvennt og fólk getur ekki talast við og núna sem sagt boðar við þetta þú ert með eða móti Pútín og það alveg eins og að vera með eða móti bólusetningu og þetta bara einhvers konar svarthvítur heimur sem settur fram í öllum þessum meginfjölmiðlum og aðrar og raunverulegar umræður málin eru ekki leyfðar. Í stað þess að vinna friðinn, þá vilja menn vinna stríðið. Og það bara tvennt dálítið ólíkt. Herðu Ólafur, þetta eru þung og stór mál sem að veru með hérna á diskonum, en við verðum að slá botnin í þetta núna. Við fáum að heyra í þér aftur kannski þessi átök sem þú ert að lýsa núna. Takk kærlega fyrir að koma hérna að síðkvöldi og hitta okkur. Takk Ólafur. Herðu, nú bara eiginlega eitt eftir, við ætlum að renna aðeins yfir frönsku kosningarnar. Já, listulega. Það heyri í honum Árna Snævar. Það kosið á sunnudaginn, þannig að þetta eru svona þau pólitísku spenna sem í Evrópu í dag. Kíkjum á viðtalið. Já, nú ætlum við að snúa okkur á Frakklandi og hingað komin Árni Snævar, hann sagnfræðingur og blaðamaður. Býr þetta ekki í Frakklandi, hann býr í Brussel, það svona litla Frakkland. En þú varst lengi í Frakklandi og fylgist ennþá með að einhver leyti. Já. Sko, þegar maður að skoða þetta svona utanfrá, þá maður eiginlega að horfa upp á svona stofnanaflokka eftir stríðsára stjórnmálana og stjórnmál nýfrjálshyggjutímans fram að hruni að þeir eru bara eiginlega horfnir. Það eiginlega búið að skipta út frönsku stjórnmálum. Já, þetta svoleiðis, eða þetta, þeir svindla stundum á manni Frakklandi, þeir eru að skipta nöfn á flokkum og eitthvað svona. Hvernig sér þú þetta? Er þetta pólun á stjórnmálana eða andlislifting? Þetta mjög góð spurning hjá þér, reyndar. Ég veit ekki alveg hvort ég get svarað henni svona mjög skýrt eða það sem mjög afdráttarlaust. Því að það má þetta segja að í síðustu kosningum þá hvarf eiginlega, svo bara kalla það tvíflokkin, þá systurflokk íslenska fjórflokksins, að nánast hvarf, þar að segja nýgólistarnir sem bara kalla, sem það að skipta svo oft nafn að ég man nú ekki hvað þið hétu síðast. Þeir heita núna Republican og sem virðist svona einhver tilraun til að halla sér að Bandaríkjamönnum og republikanaflokknum þar. Sáflokkur, hann náttúrulega fór eiginlega bara með Sarkozy, hann hrundi og það voru logandi illtilraunir flokksins og spillingarmál og þess áttar. Sarkozy tapaði fyrir Hollande og svo Hollande náttúrulega var sósíalisti og hans flokkur galt algjört afhróð í síðustu kosningur, reyndar verra heldur en gólistaður raun og veru. Gólistaður hafði alveg séns fram að svona hneykslismáli, áttu möguleika fram eftir kosningabaráttunni en fóru rétt undir Le Pen og mistu af því að fara í aðra umferð. Hefði kannski breytt miklu ef hann hefði sloppið þar inn, þá hefði kannski Macron ekki.
það svolítið erfitt að segja, já, það hefði eins og segja alveg getað gerst. En það sem ef við skoðum þetta núna, að manni sýnir svona í fljótu bragði að það sem að skoðanakannanir sýna, svona í stórum dráttum, að þá sýnist manni að það sé verið að staðfesta það sem að gerðist síðast og það sé kannski ekkert meira sem sé í gangi. En þú nefndir nýfrjálshyggjuna og þú nefndir líka að menn hafi verið getað að skipta nöfn og það svolítið erfitt í raun og veru að skilgreina Emmanuel Macron. Þetta hægra megin í pólitík, svona þessari klassísku pólitík, þeir segja alveg óhyggað að hann sé vinstrimaður og hann sé þá svona, já, miðju vinstrimaður. Því til staðfestingar geta menn auðvitað bent á að hann var efnahagsmálaráðherra, fjármálaráðherra í stjórn Hollande, sósíalistans, en hann gekk náttúrulega aldrei í þann flokk. En það sem gerist síðan það að hann sér ákveðið tækifæri á miðjunni. Og Hollande hafði verið kosin með því að lofa öllu. Hreinlega að hann var með slík gylliboð að það var alveg ljóst að hann myndi aldrei geta staðið við neitt og það var raunin. Þannig að hann visti eiginlega algjörlega sjálfsdáðum vinstrafylgið og hafði ekki neina möguleika hægra megin. En Macron stökk inn í þetta. En ef við athugum að því þú nefndir nýfrjálshyggjumenn að ef við skoðum þá sem að Macron hefur skipað í helstu ráðherraembætti, þá það mjög framalega menn sem komu mitt úr nýkólistaflokknum eins og fjármálaráðherrann Bruno Le Maire og Edouard Philippe sem var forsætisráðherra en það tók nú við hafa reyndar gangandi Excel-skjal sem enginn mann hvað hittir. En þannig að hann hefur svona frekar raunverulega skipað hægri menn en náð samt að tala til, já, minnst miðjumanna og ef ekki vinstrimanna. Það ekki svolítið þannig með Macron að hann kannski nær kjöri með því að vera á miðjunni og höfða bæði til hægri og vinstri og taka svolítið af því sem að var að falla frá sósíalistunum. En núna í dag öllu líkindum stór hluti af fylgi hans gólistanir. Þannig að hann hefur eins og gerist með stjórnmálamenn, hann hefur stöttur sagt með Katrín Jakobsdóttur, að Macron hefur eiginlega skipt skipt. Já, og Lára Ragnar Grímsson. Já, það enn betra dæmi, rétt þess, enn betra dæmi. Og þetta alveg rétt hjá þér og það sem náttúrulega með Macron auðvitað að hann hefur yfirbragð svona borgaralegs manns, hann kom náttúrulega fjármálageiranum og hann hefur allt það yfirbragð og það skiptir auðvitað máli í Frakklandi, það verður bara að segja þess að menn svona klæða sig á vissan hátt og fara á hvenna staði og þess átt eftir í hvar þeir eru í flokki. Já. En það náttúrulega kannski það sem eiginlega, við erum búin að tala kannski þessa svona hefðbundnu flokka, en svo náttúrulega fólk eins og bæði Le Pen, Zemmour og svo Mélenchon sem koma náttúrulega dálítið, við slumum bara kannski bara að byrja á Mélenchon, hann hefur verið á töluverðri siglingu og ef Macron hefur tekið fylgi frá sósíalistum þá hefur náttúrulega Mélenchon alveg greinilega tekið fylgi frá gömlu kommunistunum sem nánast, já, varla til þó að þeir standi sem nú myndar betur heldur en sósíalistarnir. Hann hefur svona, ég myndi nú ekki, það kannski ekki hægt að kalla Mélenchon venjulegan kommunista, ég ekki hvað það þýðir lengur, en hann klárlega, en það svona speglun þarna frá Le Pen öðru megin og jafnvel Zemmour og svo Mélenchon einstra megin. Myndir að segja að Mélenchon væri svona Ögmundur Jónasson þeirra í Frakklandi? Já. Þetta með staðsettin einhvers staðar? Já. Ásterum eða jafnvegsnengur í jóðasterum því að hann geysilega mælskur og hann hefur ákveðin sjarma og það nefnilega sjarmi og þetta alltaf óvinnlegt í franskri pólitík að sjarmi af afskaplega skortnum skammti og þá meina ég bæði svona persónulega sjarmi og pólitískum. Mélenchon hefur það að vissu marki, hann var með útifund í Toulouse fyrir nokkrum dögum og þar var ég hef nú frekar nýlega búin að vera í Toulouse og þannig ég alltaf með pínlítið á svona stærð hluta og þetta var geysilega fjölmennur útifundur
og hann var mjög öflugur á fundinum og hann hefur verið að fókast upp á við í skoðanakönnunum og það má ekki gleyma einu að sko ef við tökum kosningakerfið í Frakklandi þá þetta svokölluð meirihlutakosning einfaldlega þannig að hingað til hafa allir boðið fram í fyrirumferð og síðan hafa 2 orðið eftir. En ef mér skjöplast ekki þá ekki sjálfgefið að menn dragi framboð sitt tilbaka þó að þeir sé ekki meðal 2 efstu. Og sko það eitt út af fyrir sig. Jafnvel þó að Mélenchon væri ekki beinlínis í framboð í seinni umferðinni, þá ekkert endilega víst að hann vilji lýsa yfir stuðningi við Macron. Nei. Það mjög líklegt, en það ekki rétt, það ekki alveg öll. En það eru 2 stórir þáttakendur eftir. Það annars vegar sá sem að leit út fyrir að ætla að verða að róta til í kosningabaráttunni, Seymour. Hann hefur verið hann hefur helmingast fylgið hans núna. Við gætum sagt frá innrásinni í Úkraínu. Hver eru tengslin þar á milli? Hann tengdur við Putin? Já, út af fyrir sig, en það náttúrulega Pen og miklu skýrar, því að hún hefur náttúrulega fengið, og það ekkert leyndarmál, að hún hefur fengið lán frá rússneska banka sem meira minna undir hælnum á Putin og ég man ekki upphæðina, hún er mjög há. Og þannig að það leikur engin vafi á því, en bæði hvorki Le Pen né sem út treystir sér til að eða þeir heilega kannski ekki endur rétt að segja treystu sér ekki þegar allavega fordæmdu innrásina. Nú akkur tapar þá sem úr ekki Le Pen og það menn hafa svolítið verið að klóra sér í höfðinni við því og svo skýring sem hefur meðal annars verið gefin svo að kjósendur Le Pen segja bara, hún bara alltaf verið svona, hún gerir bara eitthvað og sem bendir til þess að atkvæði greidd henni sé stórum hluta hrein mótmælaatkvæði og enginn búist við að hún nokkur sinni komist til valda. Minnir þetta kannski á Donald Trump. Sem komst samt til valda. Ég hérna með nýjustu skoðanakannanir, þá sagt að Macron sem 26,5%, Le Pen með 23, það munar 3,5%. Það ekkert svo mikill munur, það ekkert svo ólíkt því sem að var raunverulega í fyrri umferðinni síðast. Það sem sérkennilegt núna, vegna þess að síðast, að þá tók Macron svona 80% af þeim atkvæðum sem komu ný frá öðrum frambjóðendum í seinni umferðinni. Þannig að það voru tiltölulega fáir þeirra sem að kusu eitthvað annað en Le Pen sem að fólu henni atkvæða sitt. Nú sýna kannanirnar að atkvæðin sem að skiptast á milli þegar það spurt, hvað myndur kjósa í seinni umferðinni ef að þau 2 eru í framboði, að þá þetta farið að skiptast 50-50. Og það mikil breyting á stöðu Le Pen í fransku stjórnmálum. Já, hún núna bara í kvöldfréttunum í franska sjónvarpinu þá var hún með slagorð sem að sá á fundunum hjá henni sem voru sem gengur öll út á það að fólk skili sér á kjörstað. Hún ekki að tala hún raunverulega ekki að tala fyrir umferðina, hún tala seinni umferðina. Í raun og veru, vegna þess að það sem áttið það að hún alltaf verið með meira í skoðanakönnunum heldur en á kjörstað, eða oftast meira allavega. En hefur oft verið spáð miklu betra gengi en raunin hefur verið. Þannig að það kemur... Nú eitt Árni, að þú nefnir þetta, að því að ég var að tala við mann í Frakklandi í dag og hann sagði að það sem að væri verið að horfa á núna væri meðal annars að það yrði svo dræm kjörsókn. Algjörlega. Kannt þú að meta það? Hver greiðir á því? Er það Le Pen sem greiðir á því eða Macron? Já, þetta góð spurning. Og við náttúrulega að tala, sko ef við lítum á fyrrum umferðina að þá myndi ég halda að það myndi vera Le Pen sem myndi hagnast á því með svona, en það bara tilfinning, ég hefur raunverulega ekki mikið fyrir mér í því að öðruleyti. En það getur líka vel verið að þá kannski sósíalista til dæmis að þessi fáu sem eru orðin eftir, sko, þú veist, harði kjarnin þegar bara íta pressukönnunni niður að þá bara eitthvað hart eftir, að þá mæti þeir allir gefa sig upp núna og þá fara þeir eitthvað aðeins upp á því, ég veit það ekki. En menn eru komnir svo langt á undan sér að núna í fyrrakvöld að þá voru, nei bara gærkvöldi fyrir ekki, að þá voru hittist Hidalgo, leiðtogi eða frambjóðandi sósíalista, borgarstjórinn í París, hitti hún François Hollande og fleiri ráðamenn flokksins, en ekki, formaður flokksins var ekki með.
og það talið að það hefði auðvitað verið að tala hvað sósíalistar ætla að gera í seinni yfirferðinni sem nú ekkert leyndarmál held ég að þeir muni styðja Macron, en jafnvel enn frekar að þeir séu að ræða hvað verði eftir, og það talið að þeir muni hugsanlega styðja bara sósíalistaflokkin eftir sem einhverja svona eins og einhvert hlutafélag sem sett í þrot. Herru, hérna ætlar að spá? Það flesti spáði náttúrulega að verið bara Macron og Le Pen og Macron það getið í seinni umferðinni. Erst þú með einhver aðra spá? Nei, ég hef nú ekki neina aðra spá. Ég hef nú alltaf gaman að reyna að vera fullnögur, en ég hef nú aðeins sagt við það að þetta lang líklegast. En ég held að ég hef einhverja trú á Mélenchon, og hann hefur reynda líka eins og Le Pen og sem verið í vandræðum við Úkraínu, en hún hefur tekist að benda á að hann hefur verið í sambandi við einhverja flokkur hans hafi verið í einhverjum flokkstengslum, flokkstengslum eða minnst kosti flokkurinn í tengslum við ákveðna einstaklinga í Rússlandi sem hafi verið móti Pútín, og þeim er aðeins kannski tekið svona pínlítið að svona hræra upp í þess eða svona, þannig að hann hefur kannski stoppið eða fundið svona ákveðið skálkaskjól þar. Já, kannski að öðrum ástæðum sem að hann tengdur við Pútín, hann náttúrulega ekki hrifinn af NATO, Mélenchon, á meðan að kannski Le Pen og Seymour eru að horfa til Pútín sem svona sterka leiðtogans og eru mjög skildar honum pólitískt, þá kannski svona Mélenchon líklega ekki hrifinn af NATO og sem sterk fyrir í Frakklandi. En eins og þá eru Hallur Hallsson og Haukur Hauksson báðir hrifnir af Pútín, þó þessi algjörlega sikkorum stað, en kannski það bara komið í hring og ég veit ekki, kannski bara það kannski sami maður eins og ég áttum ekki alveg á þessu. Nei, við áttum ekki á því. Herðu, Árni, þakka þér fyrir að staldra við hjá okkur. Það eru kosningar á sunnudaginn og næsti þáttur miðnætti í Kennigarði verður á mánudagskvöldið og þá munum við fara yfir úrslit kosningarna ef að þau eru eitthvað fréttnum. Ef þau eru bara samkvæmt bókinni þá getur vel verið að við fjöllum eitthvað annað. En þetta orðið gott í kvöld og við ætlum að enda þáttinn eins og annarlega með að bjóða góða nótt og spila úkraínska vögguvísu. Takk fyrir. Чувати
Í